Já, þetta hún Miley Cyrus hér með lagið Wrecking Ball klukkan orðin 4 og þú ert að hlusta á FM 95 blöð kæri hlustandi og hann situr hérna beint á móti mér Herra Ísland, ertu velkomin Jón. Takk fyrir það kærlega vinnur. Hvað segir Tattoo Boy? Ég fít sko. Ekki? Já, þunnur betri dag en í gær. Já, þunnur í gær. Ég var þunnur í gær, ég viðurkenni það. Það var eitthvað áfengi eftir í viðbænum, þetta þú tókst hann að löða það. Ég tók borg óttans og tæmd hana. Það líka að þegar maður er svo skynsamur. Já. Og það ekki svo maður að vera að fá sér fyrsta bjór bara helgina bara. Hei, góð hugmynd, fáum okkur bjór, prófum það. Já. Þannig að byrja klukkan 2 daginn er náttúrulega frábær hugmynd. Manchester United Stoke. Já, aðeins að kíkja á boltanstrákarnir. Já. 16:00 El Clasico. Þannig að fjöri hélt bara áfram. Og svo bara 12 tímum seinna er maður ennþá bara á vaktinni. Já, þetta er erfitt, maður. En þetta var hrikalega skemmtilegt. Já, mjög gaman. Það er eitt fáránlegt þegar maður er farin að fagna sko United sigurum á Stoke og heima þetta bara eins og sem mótir Evrópumestari. Já, en það er bara veruleikinn sem við erum að díla við í dag sko. Heppnir ekki að heppni, við bara klárum þetta á 5 mínútum að það. Já, sem betur fyrr og já, svo unnu náttúrulega Arsenal, Liverpool og Chelsea í gær, þannig að það er nú flestir stuðningsmenn sáttir eftir helgina held ég. Hvernig kemur þú undan helgi? Ég kem ágættu bara. Já. Þú varst nú með mér í stuðan á lögðan. Já, ég var í sama gír og þú. Klárum borg óttans. Og er alveg að finna fyrir því svo sem, en er brattur samt. Já, ég hendi mér í ræktin á hann sem betur fyrr. Já. Ég svitna bara eins og ég væri bara, eins og ég veit ekki hvað sko. En við erum með fanta fína þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að fara í barnalandið, flottulega keppnin er á sínum stað, enginn segir. Það eru fín velum þar, 2 miðar á Bad Grandpa og samloka og juice frá Lemon, ekki? Heldur betur. Já, og svo erum við sturlaða staðreyndir og fleiri fasta liði. Þið þekkið þetta kæru hlustendur. Og þetta er með þess að svaðalega vika því að þetta er síðasta vika FM 95 blöð. Já. Það er ekkert flóknara. Hvernig leggst það í þig? Við erum að fara hans við það. Já, það er enda leggt fyrir með því að við hættum nú ekki alveg. Við erum með þátt á föstudum. Já, ok. Það verður mikil sorg í bænum heldur, sko. Já, þetta er búið að vera stórkostlegt, gaman maður. 2 ár, þátturinn er 2 ára á föstudaginn, það er eitthvað magna. Það sé 2 ár liðin. Smá fljótt að líða. Ég menn að þú varst að ringi mig og varst að velta í fyrir hvort þú ættir að henda þér í FM 95 blöð og sem betur verður gerður það sko. Já, þetta er búið að bara líða hjá eins og bara vika, svei með þá. Já. En eins og ég segi, það verður við áfram með þætti á föstudögum og það verður algjör veistla. Ég er Pétur Jóhann og Steindi og inn á milli 2 harðir líka þannig. Já, glæsilegt. Þið eru ekki alveg að losna við okkur. Nei, sem betur verður. Þetta er lagið One and Only með Adele. Virkilega flott lag. Rómantíska strákunum á mándi. Já, það er bara eins og ég sé að reyna að fara út með þar á stefnumót. Já. Og lækka hérna ljósinn og Adele bara á fóninum. Þetta var gott mandate með gamla. Já, þú getur gert verð. Já, þú getur gert, það er það rétt hjá þér, takk fyrir aðeins. Það er eins og komið að slúðri hér í FM 95 blöð. Það var ég. Og ég er með ágætis bakkandi ykkur kæru hlustendur. Ég ætla að byrja því að óska Julia Roberts til að mikið með ammali. Hún á ammali í dag, já. Hvað heldur hún sé gömul? Julia Roberts? Hvað er hún? 40, 45? 46 ára. 46, já, ok. Bill Gates var líka ammali í dag og er 58 ára til að mikið með það. Já. Ríki Bubbi. Ég kíkti þá Erin Brockovich helgina, dætti það ekki í helgina, bara í gæri í sofunum, slagur. Þú horfa Erin Brockovich í helgina? Nei, hún var að enda eitthvað og svo langt ég að sé hana. Já, þú veist. Til lagi. Já, bara fínt sko. Já, en ég ætla að byrja slúðupakkan á aumingjanum, ræflunum og ónýtjungnum Chris Brown. Þessi viðbjóður var handtekinn núna. Og hann var að ráðast á eitthvað kallmað fyrir utan hótel í Washington borg. Það er aðeins líður. Hann er sem sagt Chris Brown að hafa kýlt mannin í andliti eftir að rifrildi braust út hjá þeim og voru Brown og Livurinn handteknir í kjölfarið og ákærðir fyrir líkamsárás. Það var hann ekki búin að fara í eitthvað anger management og því að hann var að landir í önnu bara í hakk. Hann er á skilorði eftir að ráðist á fyrirrændu unnustu sína, söngkonunar í hönnu. Já. Það er bara... Það er topp eintak. Já, hann bara þarf að fara að taka prófsakis þetta eitthvað. Það er eitthvað á hann, sko. Já, því að ég er gaman að lögum, sko. Já, menn hann er hæfileikaríkur en hann er bara eitthvað meira en lítið af hann. Já. Hann er aumingi, það er sem hann er. Reiður blöð á mándi, ég fíla það. Já, ég er bara komið leið á Chris Brown. Já. Þú líkir svona aumingja. Svo er það Ben Affleck en hann efaðist mjög hvort hann ætti að taka Batman að sér ekki. Ég líka. En sagði að hann hafði aldrei grunað að þetta myndi gerast. Hann googlaði sjálfan sig, hann segist nú ekki gera það mikið. Nei. Fór og googlaði sig og las því líkan skít sjálfan sig eftir að tekja að sér hlutverk í myndinni. Það var rosalega leikara búin að vera í Batman. Ég meina hver fyrir og eftir Christian Bale. Já, ég meina ég myndi aldrei bara... Nei.
Jó, reyndar ef að mér er búið að leika Batman, myndi ég taka það bara upp á peningin og svona. Já. En Ben Affleck vantar ekki peningin, sko. Nei, það er akkurat máli. Ég skil ekki alveg þetta move. Ég líka skil ekki move því hann frábær leikstjóri. Já, er að vera bara virkilega virtur þar. Já, bara hérna Bíómyndin svo var hann besta myndin. Já, Argo frábær, Town er bara miklu uppáhald hjá mér. Já. Þannig að ég skil þetta move ekki heldur. Nei. Ég er mikill Batman-maður, sko. Já, þetta er eitthvað að grilla. Og svo er það hér í lokin að það er eitthvað þvílítir rifrildi á milli Kelly Osbourne og Lady Gaga. Það eru ekki mikla vinkonur. Og já, núna bara síðast setti Kelly Osbourne á Twitter-reikningin sinna Lady Gaga mætti éta úr sér skítinn. Og ég bara það áhrif 0. Hvað? Já, hún segir sem þetta Lady Gaga can eat my shit. Af hverju er það að rífast? Af hverju er það að rífast á Twitter? Ég veit ekki, það er orðið svona heitast á þessum stjörnum núna, rífast á Twitter alltaf. Já. En svo Hvernig byrjaði þetta? Bara að hún vildi meina Lady Gaga að hún sé bara hæfileikalaus og eitthvað, hún Kelly Osbourne, hún er með eitthvað þáttat á E-Channel. Kelly Osbourne, það sem að þær eru að rakka niður stjörnundar, hvernig að klæða sig og eitthvað svona. Já, og Gaga byrjaði að drullu við það eitthvað. Já, af því að Kelly Osbourne var að rakka niður eitthvað vinkoninnar. Já, er þetta svona frægur? Já, þetta er voðalegt vesen með þeim. Þetta er ríkur og frægur, eiga allan pening í heimi og allar þessar fræðu og aðdeglu annað og þú bara hérna... Aldrei sátt. Aldrei sátt hefði? Nei. Alltaf vesen. Já, þetta er ótrúlegt. En það hefur aldrei gert á Íslandi ef við fáum eitthvað svona, tvær stjörnur að rífast á Twitter. Nei, Getur það ekki farið að detta inn? Það hlýtur að fara að detta inn. Er það ekki helst bara eitthvað að, þú veist, Höddi á Twitter, Liverpool-maður eitthvað? Já, þetta er aðalega þá, Twitter er þá bara hérna United og Liverpool, eitthvað svona. Já, Guðmann setti kork í Höddaðn í sumar eitthvað? Já. Það helst eitthvað svoleiðis? Svo er, vinsalasta myndin í Bandaríkjunum í dag er Bad Grandpa. Já. Og þénaði korki meira enn í minna en $32 milljónir fyrstu helgina. Það er vel gert, það. Ekki dýr myndur. Nei, hún er kostaði svona 30 bara. Já. Þú fór að sjá hana? Já, ég fór á hana á föstudaginn. Hvernig fannst þér? Mér fannst hún mjög góð. Bara það er gaman að litli krakkin í henni ræðislegur. Ok. Hann er útgeðslega fyndinn og svo náttúrulega er bara Johnny Knoxville fyndinn, sko. Já. En hann er svona pínu steikt af því að það er leikið svona inn á milli sem þeir eru bara eins og hann eigi að vera með strákinn sinn. Já, ok. Þannig að ég fattaði það ekki alveg en ég er samt mjög gaman hann. Já, ok. Hvet alla til að kíkja á hann. Það er mikið af góða myndum í bíónu. Já, það er hellingur. Mjög mikið. Og ef þið ætlið bara á eina mynd á þessu árið þá myndi ég segja ykkur að fara á Rush, minnst best. Já, Prisoners. Já, Prisoners stendur Já, þessar tvær eru hrikalega góður. Þetta var slúðurpakki dagsins hér í FM 95 Blö, styttist í stöðrulaða staðrendir og fleira, en við ætlum að byrja á auglýsingum. FM 957 og Uno við Ingólfstorg bjóða þér og þínum í föstudagshitting. Þetta er mjög einfalt. Komdu núna inn á fm957.is og skráðu fyrirtæki þitt eða vinahópinn, alltaf 10 manns og þeir eru komin í pottinn. Heiðar Austmann dregur út flottan hóp fyrir hádegi alla föstudaga og ef þú ert heppinn, þá ert á leiðinni með hópinn þinn í létta rétti og drykk á Uno. Slakað á eftir erfiða viku með vinnufélögunum, vinkonunum eða vinunum á Uno við Ingólfstorg. FM 957 og Uno gera föstudagana skemmtilegri. Hjálpaðu mér. Get ekki tekið á einn, áfram. Það er einfaldara en þú heldur að setja tölvunotkun barna mörk. Og hvað eru margir menn? Byrjum að tala saman örugg samskipti. Þú finnur góð ráð og leiðir á Vodafone.is. Góð samskipti bæta lífið. Vodafone. Ef þið vantar bíl, kíktu þá á okkur. Höfðabílar Fossásið 27, beint fyrir ofan Ölgerðina. Sími 577 4747. Höfðabílar.is. The darkness is approaching. Marvel og Coca-Cola kynna. The Avengers var bara byrjunin. Thor, The Dark World. You know this plan of yours is going to get us killed. Frumsýnd 31. október. LGG2 fékk fullt hús stiga hjá mobilsíðin.dk. G2 er komin í verslanir. Skemmtigarðin Smáralind og Pepsi kynna. Sérstök forsýning á Hryllingshúsinu, fimmtudaginn 31. október frá 16 til 22. Einungis fyrir boðsgesti og handhafa bláa kortsins þennan eina dag. Stránglega bannað innan 16 ára. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Verð í sterkara sambandi og fáðu meira út úr Iceland Airwaves með appinu. Síminn. Topp tónlistastöðin FM.
miklu upp á þessi. Já, Summertime Sadness. Mér finnst reyndar rólega útgáfan af þessu lagi flottari. Já, ég er sammála. Þannig að það er búið að stera það upp. Ég er mikið búinn að taka þetta á, hlusta á Lundri, skemmtileg, Spotify. Já, hún er góð tónlistamær og ég held samt að hún sé eitthvað hálf tæp því að hún var að hitta Axl Rose daginn. Já. Þau voru að deyta. Hver er þú komin í lífinu þú fann að deyta Axl Rose og finnst það bara eðlilegt? Hann er líka hann er með allt niður í sig, Axl Rose. Já, hann var töffari, bara autojungle, þannig að hann kom með Welcome to the Jungle. Já, bara Guns N' Roses er eina af tveim upp á hljómsveitunum mínu bara upphæðu, sko. Já, geggjuð. Já, en það er sorglegt hvað varðum hann. Hann er vel stykkt maður. Og líka ég sá eitthvað mynd á hann daginn, sko. Já. Hann er búinn að henda á sig eitthvað 30-40 kílóum, sko. Já, smart. Og og með eitthvað svona ljósa dredda. Alveg farinn og búinn að láta spasla svo í andlitið á sér að hann getur alltaf sínt svipriði, sko. Og að vinsætt fyrir 20 ára síðan, sko. Já, hann er alveg búinn að eyðileggja sig allir. Já. Og líka bara leiðilegt með Guns, allir hættir og hann er bara einn að ferðast með þeim og einhverja, veist. Já, hann var í lagi í hausnum. Já, það var ekki stemming að fara á gig með Guns N' Roses. Svo hljómsveit sem ég var mest til að fara á tónleikum í dag. Já. Tónleika með, það eru Guns N' Roses. Guns N' Roses. Já, rosalegir á sín tíma. Já. En ég ætlaði líka að segja smá frétt frá Brasilíu, en nú er heimsmeistarakeppnin haldin þar 2014. Já. En þar er líka haldið árlega keppnin, flottasti kvenkynsrass heims. Hæ? Það er það? Já. Það er Best Bottom Contest og þetta heitir víst Miss Bum Bum. Miss Bum Bum? Heitir keppnin og... Hver verður Miss Bum Bum 2014? Og er árleg, en nú er hins vegar að tala að það sé einn stúlka búin að múta dómnefndinni, hinn 25 ára Marie Sosa og hafi borgað $18,000. Ég sá fyrir mig eitthvað allt annað mútur en ég ætla að... Já, en þetta er að gerast í Brasilíu núna. $18,000 mútur til þess að verða Miss Bum Bum. Jésús, ég geti nú alveg hugsað mér að setja í dómnefnd hérna. Þetta er alveg... Got Bum? Já, þú hefur kepptið ekki í Bum Bum keppni. Jú, þetta er ég með rosalega þjónhappan. Ætla að sé ekkert svona eitthvað kallakeppni líka? Það er bara konur. Ímyndin mér. Sérðu eitthvað kallmenn fyrir upp á sviði bara í hverjum nærbrókum? Já. Það er reyndar þegar þú segir það. Egil Einarsson myndi örugglega að henda sér í það. Reyndar bara þegar þú segir það, sko. En þú er ekkert ekki þátt í Herra Ísland, eða? Nei, ég hef ekkert ekki þátt í Herra Ísland. Hvað er eiginlega að þér, maður? Þú er í flottu þar. Nei, veist það er ekta keppni sem ég sæði þið fyrir mér bara að vinna næstu. Ekki að því þú er svo myndalegur. Nei, takk. Nei, ekki að því ég er myndalegur. Takk að þun. Þú væri alltaf vinsælesti strákurinn. Hún myndi fara með all út að borða og eitthvað svona á væna og dæna og allir bara, djúfisins toppmaður í ungunar. Þannig að ég er í vinsælasta stelpan? Já, það kemur ekki, þú ert svona Herra Ísland típa. Já, takk, kærlega fyrir það. Fýtni svoleiðis keppni. Já, menn, er ég sérst meiri Herra Ísland típa heldur en þú? Landsbæðastrákurinn kemur í kaupskap á Hyundai Coupe, hendi sér á Broadway. Miklu meira. Þekkir eitthvað sem hefur orðið Herra Ísland? Já, Óla Geir. Já, Óli Geir. Og svo náttúrulega Garðar Gunnlaugs líka. Var hann Herra Íslandi? Já. Nei, það er eftir mikið. Með sítt hár? Í alvöru. Það eru mér rámar eitthvað í því, já. Já, Óli Geir misti titil. Já, út af einhver tónalögum þáttum. Ég bara, gæti gerum mér saman, sko. Því líka dramaði þar. Já. En hún er samt alveg hætt, Herra Ísland-keppninu. Já, við skulum bara biðja að þakka Guði fyrir það, sko. Já, það var aldrei sýnt í sjónvarpinu það? Nei. Var einhver áhóru á þetta? Nei, í alvöru, sko. Hvar er það að byrja? Þetta er eitthvað fordómáti í Herra Ísland. Ég væri til í að sjá því Herra Ísland, maður. Það væri rosa. Það myndi seint gerast. En ég var ánægð með, hún er ungfrú Ísland hérna síðan stelpa. Hún er dótt hérna í hraðfrýttur og eitthvað. Já. Og hérna, mér veist þetta alveg brilljant að vera að spyrja hann í góð í þetta, já, svo fær maður í ungfrú Ísland og við eignist eitthvað vinkonur og eitthvað. Hún skeitið það. Þetta var allt bara eitthvað tíkur og reyna að svindla eitthvað á sér og fokka eitthvað í make-upinu og mér varst það ógeðslega fyndið. Hún sagði þetta er bara bull. Þetta er bara fullt af einhverjum keppnisskapið að drepa píðnar. Já, mikið það segir eitthvað satt. Já, ég hef mjög gaman að þessu kommentin. Já, þetta er, ég veit ekki eins og hvað er að segja, fáum bara lag. Það er mjúkið strákar í dag. Já, við erum búin að spila Adele og Emily Sandé en ekki viljandi gert, ég er bara að fara hérna eftir kerfinu, sko. Já. En það er eins og að komið að netmisnotkunni hér í FM 95 Blö og ætlum við að skoða hérna nokkrar Facebook síður hjá fræga og fína fólkinu hérna á Íslandi. Og ég byrjaði hérna á gömlu vin Óla Geir. Hann tekið hann ansi oft hérna í netmisnotkunni. Já. En það er eiginlega bara allt hjá honum í dag bara út af gengur út af einhver partí, sko. Hann er alveg að plugga bara, það er eins og jagermestrar við ælt á hann
Já, það er bara svo þetta er svo Facebook síða fyrir Jagermeister, ekki Ólafur. Þannig að það er ekkert mikið hjá honum. Hann reyndar skrifar hér, ég týndi dvergnum í gær, sá einhver dvergin í gær í tindunum, 17. daginn. Og fekk á það 28 likes, svo er hann hérna að spila á einhverjum partíum og hérna eru þau saman Halloween, þetta er ekkert flókið, við ætlum að vera Jagermeister, þetta er allt til, elska Jager og hann og kærastan hans eru sem sagt í einhverjum appisungulu fötum, sérðu það? Já. Það er mikil stemming. Mikil stemming. Já, og svo er hann að gefa Jagermeister derhúi fyrir alla. Það mætti halda hann að vera að spila á Akarnes líka. Þetta er, svo er klukkan núna 10 og ég mættur í ræktina, hann fær 21 like fyrir það. Það er nú myndað þér líka. Nó, duglegur drákurinn. Og, já, Snús, svo hérna, fær 11 like. Nú, ok. Hann er svolítið að vinna í like-unum, sko. Já, hann er samt sko málið, King Óli var með mun fleiri like alltaf í gamla dag. Ok. Hann er aðeins að missa like-inn innan, sko. Ætli KMF að haft ykkur áhrifið það? Ég veit það ekki. Kíkjum svo hérna á, þetta er enda reitt sem maður á ekki að gera. Maður á aldrei að kíkja á Brian Echopen þunnur á mánudegi, en ég ætla samt að gera það. Nei, ég er enda sammála því. Ef þú feel less of a man, þá ferð á Facebooki hans. Má sjá. Já, það er búið að posta einhverjum myndum á stelpum, miss you so much og allir hlæjandi og... Já, Svo er hérna Off to Halloween, birthday party with Brynjamar Echopen og stelpunar hans. Já. Hvað eru þarna? Pappin í kennslu, hann er að, er hann að, ok, hann er að brjóta saman eitthvað teppi að því sem? Já, hann er að læra hérna fyrir barnið sem er á leiðinni. Það er nú einskvæmt að læra að brjóta saman teppi. En það er eiginlega ekki nýtt að Brian Echopen, maður. Jú, hérna, þá erum við mætt í baby shower á Florida Hospital. Já, við vorum eftir að ræða þetta daginn, ég og Egil. Er ekki baby shower? Já. Er það ekki eitthvað svona sem að konur haldi heima og sér og vinkonum að koma á... Ég held það, hann er bara tróðfullur eitthvað salur á Florida Hospital, hlaðbor, frýtt nudd, happrætt og alls konar glæðningur. Hvað er að gerast hérna? Þetta er stemmingarna hjá þeim, svo... ég veit ekki, ég var að tjekka á... Já, ok, það er nú magna þessi hugmyndsíki dóttir inn á Íslandi að hafa eitthvað svona Hope baby shower. Já, þetta er samt sko, þetta er mjög algengt í Bandaríkjunum. Mjög algengt sko. Má sjá að tjekka á Völu Grand. Já. Það er enda sko, já, hún er samt mjög róleg eftir að hún var ástofangin aftur. Jú, herru, hún er enda búin að fá sér tattoo, Eyjó Svan. Sérðu? Ha? Já, covermyndin hennar, nýja tattoo hennar. Hún flúraði nafnið og kæru. Já, þau voru að byrja aftur saman. Það ferði ekki í það sko. Ég held, er það ekki alltaf mist? Þú ferði ekki í það sko. Með fullri virðingu. Ég menn ef að nonni tattoo segir að gera það ekki, þá gerur það ekki. Nei, þú veist. Það fáir jafn mikið vit á tattooum og þú. Reyndar ekki náttúrulega. Víst. Hérna, börnin skil ég. Já. Veist, nafn á börnunum og svona, þú veist, minna þú ert. Hvað ert þú með? Ert þú með einhver nöfn? Ég er ekki með nöfn, ég er með hérna stjörnum, dóttir mín er Steingate, sonur mín er Fiskur og ég er Voices með hérna táknin fyrir það sko. Ok. En hérna, ég þekki nokkra menn by the way, sem hafa fengið sér nafn á þáverandi kærastunum sínum. Já. Sem eru þar ekki í dag, sko. Já, ég gleymi aldrei aðtunum með honum okkar til dæmis, þá spurði ég nú Gretar Rapp. Já. Hvað hann ætlaði nú ekki að því að það var allan handleikinn, sko. Já. Þá sagði hann að það væri bara svo nástofn og það væri ekkert að fara að breytast. Já, það er aðeins breyst. Já, það er eitthvað breyst. Þannig að þetta er a dangerous game, eins og ég segja. Já, ég veit ekki, þú veist, það getur allt komið fyrir. Ég er ekki að segja að fólk sé ekki ástofngi og allt það, ég vil ekki gera lítið úr því, alls ekki. Nei. En þetta er svolítið varalegt, sko. Já, það er sko, Facebooki hennar, Völu Grand, það er allt bara Eyjó Svan. Það er allt saman. Já, það er bara hérna, veist, lag Eyjó Svan, Hjarta You, Wicked Game, verður sér að lagið þeirra. Hún er Feeling Loved and Loving Back. Já. Hendur inn í Brian Adams lag. Eyjó Svan, Love, Chris Isaac, Wicked Game. Hún er svolítið að vinna með lög núna. Já, hann er með Völu Grand. Elska Eyjó Svan, You're mine forever and I'm yours forever, skrifur hún hér. Sýnir tattooið sitt, Eyjó Svan, og fyrir neðan er tattooið hans, Vala Grand. Já. Ég hlakka til þegar þú posta mynd af þér flúrum með hérna einhverju skvísunafni. Þú verður svo ástofnginn. Það eru góða líkur á því. Það eru mikla líkur á þú hendir í það. Það eru enga líkur á því. Engar áhugjur. En þetta var... Skemmtigarðum Smáralind og Pepsi kynna. Hryllingshúsið, 1. til 3. nóvember. Bókaðu tíma í síma 854-6555. 1000 krónur inn. Ert þú með stáltaugar? Þú ferð inn á eigin ábyrgð og engar endurgreiðslur í boði. Stránglega bannað innan 16 ára. Metallica, Through the Never.
tímamóta kvikmynd sem á sér engan líka. Sýnd aðeins einu sinni, 5. 7. nóvember í Háskólabíói. Miðasala hafin á emiði.is. Viking jólabjórs komin á Bankbars, Nora Magasín, Tapashúsið og Keks. Hvar verður þú í kvöld? Mannshvörf á Íslandi sló í gegn síðasta vetur. Nú snýr Helga Arnardóttir sér að óupplýstum lögreglumálum. Óupplýst lögreglumál efst í nóvember á Stöð 2. Tryggður áskrift í síma 51250 eða stöð2.is. Stöð 2, margfald skemmtilegri. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957. Þetta er Rúló hér. Ekki frá því að ég teki snúning við þetta lag og helgina. Já, þetta er flott lag, maður. Já, þetta er skemmtilegt. En ertu í því? Að talk dirty? Nei, ekki svona. Ég er ekki að vinna með það og reyndi ekki að fara að byrja þessa umræðu eina helvísferðina. Hvað er það? Er þið svo að vinna með það? Er þetta að hrækja svolítið? Hvað er þetta í alvörunni? Alltaf sama mér. Alltaf eins. En það er að því að þú er aldrei svarað mér. Þú er aldrei sagt mér og hlustendur hvort þú sért að tala dónalega í rúminu. Ég er ekki að tala dónalega. Slakaðu á. Það er að ég maður. Og ég verið að fá svo einkennilega spurningar sko, því að börnin mínu stundum að hlusta sko. Já, ok, ég skal passa mig. Það er alveg dásalegt. Fekk ég mitt SMS og félag minn daginn. Já, drep fyndið maður, en fekk spurningu frá einum 5 ára. Hvað er trekant? Já, ok. Það voru okkar að ræða það hérna einhverja hún.is greinin eitthvað. Já. En það er hérna... Nei, ok. Þú ætlar að koma með það? Nei, ég ætla að sleppa þér. En það er eins og komið að sturlum staðrindum í FM 95 blöðum. Í síðasta mánudags FM 95 blöð þættinum. Þetta er skrítið. Það er sérstætt. Já, mjög sérstætt. En já, ég er með 10 sturlaða staðrindir og þær eru flottar í dag. Ertu þú tilbúin, Jósi? Alltaf klárir sturlaðar. Allir hlustendur klárir. Og þá byrjar þessi veisla. Pumba í Lion King var fyrsti karakterinn í sögu Disney til að prumpa í bíómynd. Fyrsti karakterinn? Já, það hafði aldrei verið prumpað í Disneymynd fyrir engin teiknimyndafígur hjá Disney prumpað fyrir hann Pumba-dattinn. Já, ég man mér eftir þessu prumpi. Já? Í myndinni. Finnst þér skemmtileg, tímanum Pumba? Já, ég ef ég á að opna mig, ég táraðist yfir Lion King. Já. Það er ekki bara allt í lagi. Skammast mér ekkert það? Nei, ég var alls ekki sko, Lion King er yndislegur. Þannig að hann dó pappans. Já. Lion King og Beauty and the Beast eru svona gömlu... Já, sko, Lion King er ekki Lion King bara besta teiknimynd allra tíma? Hún er þarna, sko. Hún er tilnæmt til Óskarsverðlauna, sko. Já, Beauty and the Beast líka held ég, sko. Já, ok. Já. Ég reyndar ekki séð Beauty and the Beast. Í alvöru? Já. Hún er frábær, sko. Ok. Þú hendir eitthvað Good Shit Date og hendir Beauty and the Beast í, það er sterkuleikur. Já, meina það, ég sé hitt að svo hunga stelpur sem teiknimyndir á bara. Nei, ég er ekki að meina það. Það sem átt að reyna að skjóta með það. Þetta er bara góð bíómynd. Já, ok. Þá er ég ekki að meina að hendur í íslensk tal kannski, sko. Slakaðu á. Hvaða myndir á að fengið til að tárast? Hvaða myndir? Já. Örgulega, hellingum maður. Það eru bara 3 hjá mér. Hvað, bara 3? Já. Ok, þú náttúrulega svo miklu meira kallmenn en ég. Já, það er akkurat máli. Nei, það er ekkert eitthvað, ég er ekkert, ég er bara tárast. En það eru 3 sem ég man alltaf eftir. Ok. Það er Lion King, 8 Seconds með Luke Perry, sönnsaga Lane Frost, sem dó. Ok. Ég man líka svo vel eftir þess, ég bjó í Oklahoma þegar það dó, hann var þaðan, sko. Já, ok. Og svo La Bamba. Já. Richie! Richie Valens. Já, átáraðist. Vá, ég sá hann í Stjörnubíó fyrir 80 ára síðan. Já, La Bamba maður. Hún er góð. Góð mynd. Já. Ég tárast yfir einhverjum helling bara, veist. Já, alltaf grænjandi. Alltaf grænjandi bara. Við ætlum að fara hér í næstu sturluðu staðrind og hún er steikt. Ithip-halofóbía, er hræðsla við tippi í standi. Já, sem sagt, hörð tippi. Hræðsla við stampinu? Já, basically. Hvað rámar að byrja? Ithip-halofóbía? Já. Ithip-halofóbía. Það var þetta að nota þetta sem pick-up-línu. Það að skjóta svo strákana hann úti. Já, þetta er líka bara einhver ömurlegasta afsökun sem ég heyrti að kærastæðin hendur í þetta. Nei, veist, ég er með ithip-halofóbía. Ég er með ithip-halofóbía, ég er ekki að fara að hlæða þetta, ég gleymdi hugmyndinni. Já, þannig að... Ithip-halofóbía. Sem betur fyrir er ég ekki haldinn þessari fóbíu. Og... Já, ok. Og vonandi sem fæstir bara. Já, vonandi sem fæstir. Já, konur eru líklegri til að fá það að það stunda kynlíf í sokkum. Samkvæmt sturluðum staðrindum. Hæ? Já, ég veit ekki okkur en þetta er allavega sturluð staðrind. Þannig að... Hver er að rannsaka þetta? Þetta ekki. Það fór ykkur 100 skvísur í sokka og hvað? Ég nægis ekki. Já, þetta var vist að hjálpa. Það verið í sokkum?
Já, fyrir konur. Ég fór að lesa það var ekkert með kallmenn, þannig að þið konar á núti sem í ykkur vesinni með þetta. Já, bara henda sér í sokka. Já, sokka í kvöld og kveikju gamla. Já, ætlaðu þú að vera bara því sokka? Já, byrjaði ekki. Jú, ég ætla að fara til búið þetta og kaupa sokkapöra og kæra. Hérna, Bertís. Að deyja 30.000 manns á ári úr offitu. 30.000 manns? Hvorki meira en ég minna mann. Á ári. Það er rosalega. Því að borða mikið. Bara obese. Já, og svo er fólk sem fara ekkert að borða. Já, þetta fólk er þetta er skelvilegt. Þetta er að drepa sig. Já. En mér finnst þetta bara svo hátala, 30.000 manns. Rosalega fjölda fólk. Offitum. En þetta er líka orðið mun algengara vandamál heldur en þetta var. Já, og Ísland er að fitna bara í 50, sko. Já, það er að passa þetta. Já. Þú borðar meira í köldu herbergi. Sturlu staðrind. Skil það ekki alveg, ég held ég borðið meira að mér er hlýtt, sko. Já, það ekki, þið líður hans betur. Já, en allavega, þá borðar maður meira í köldu herbergi. Ok. Svo, já, bilaði hann mér daginn ofnin í herberginu mínu. Þvílíku viðbjöður, tjöðl. Ég vaknaði bara skjálfandi. Ógeðslega hróðalegt maður. Þú fórst ekki að borða? Nei, ég fekk mér ekki að geta. Svo er það hér, þú ferði í gegnum 3.000 hugsanir á dag. Hvorki meira en ég minna. 3.000? Já, svolítið mikið. Ég er örugglega 10.000, sko. Já, ég er örugglega 15.000. Já, ég er örugglega svona 2.000. Ofhugsuðurinn. Já, reyndar ég á það til að ofhugsa hluti. Já, ég veit allt um það. Og það getur gert mér bilaðan. Já, þú ert kvíðakeis. Ég er stundum búin að ofhugsa einhvern hlut svo að leikum við hringi í eitthvað og segja bara hvað varst það að meina með þessu? Nei, ég er að grínast, það er ekki svo slæmt. Vá, maður. En á það til að ofhugsa hlutina, ég viðurkenna. Sem er frábær eiginleiki svona fyrir ykkur einhleipustelpundar úti sem er að fara hjól í blöð. Hann ofhugsar allt. En ef einhver ofhugsar þá er það Pétur Jón Sigfússon líka. Það sem hann getur mikla fyrir sér bara ótrúlegustu hluti, sko. Í alvöru? Já. Magna með eitthvað svona listafólkið. Það er list. Magna með eitthvað, sko. Allir svona inn í sípinu. Fólk skeindi sér með skeljum áður en klósipapirinn kom. Hæ? Fólk skeindi sér með skeljum, þetta er gamla dag. Með skeljum? Já, áður en einhver fattaði að vera með klósipapir. Hefur þú skeindið með einhver öðru en klósipapir? Nei. Hefur aldrei reynt í að vera, hann er tómur, heimaður eða eitthvað? Nei. Sverðu það? Akkur að vera alltaf. Sverðu það, þú var aldrei notað neitt hana? Jú, örgulega bara eldhúspapir eða eitthvað. Já, ok, en ekkert. Akkur erum að ræða það með hverju ég, hvað er í gangi? Þú var aldrei lent í dagblæði eða neitt hann eða? Nei, en þú? Nei, já, eins og sumabústa, maður ekki til klóspapir. Dagblæði? Dagblæði hendur í? Ég manna það ekki. Ok. Vonandi, nei. En skeljar? Já, það skrítið? Mjög steikt. Já. Svo kemur hér Sturlu staðurinn sem að mér finnst mögnuð og ég vissi ekki. Eddie Van Halen rökkaði aldrei stefgjöld fyrir gítarsólóðu sitt í Beat It því að hann sagðist að hafa gert þetta af greiða við Michael Jackson. Nei. Já, ég vissi ekki, hann ætti það er Eddie Van Halen. Hann nú getað grætt einhvern pening á þessu? Já, engan smá. Og hann sagði þeir endar í viðtali, það stóð svo undir, hann viðkennir að þegar hann samdi þetta gítarsóló á sínum tíma að hann hafði ekki getað órað fyrir hversu vinsælt lagið yrði. Vá, bara eitt vinsælasta lag allra tíma. Já, það var einhverja krónu konu þanga. Já. Ætla hann eigi nú að pening í dag, Eddie Van Halen? Ég held það, já. Já, það ekki. Ég held það. Hvað er svona besta Van Halen lagið? Ég veit ekki. Ég var aldrei að huge fan, sko. Nei, ekki heldur. Það eru 2 eftir, hér kemur næst síðasta. Skóabirnir hlaupa hraðar en hestar. Já. Það kom mér óvart. Snöggjum. Já, það var Sturlu staðurinn daginn að þú lendir í slagsmáli við skóabjörn og þú átt að berja hann í nefið. Berja hann í nefið? Já. En kemstu að nefin á honum? Ég veit ekki, ég myndi bara að fara að grenja og leggjast og hann myndi drepa mig, held ég. Já, ég held það. Ég er ekkert að vera að lyfta upp höndum og kýla hann í nefið. Nei, ég sé það bara ekki gerast. Það er nefið á honum, hörðu, blöð, hjóla þú í nefið. Við býðum hérna með það. Gæðu þið chillaður? Ég ekki hleypur á undan honum, við hann hleypur hraðar en hestur. Nei, hann er mjög snöggur. Já. Svo er það síðasta Sturla staðurinn dagsins. Þú ert graðar eða þú sefur minna. Þetta er svolítið kynferðislega staðurinn. Já, það voru svolítið dónalegri í dag. Já. Hvað séð, maður er graðar ef maður sefur minna. Já. Ok. Það er eitthvað, ég veit ekki hvað það er, en svo er það vist, svona. Er þú graðar eða þú sefur minna? Bara veit ekki, ég held að sé alltaf bara nokkuð svipað. Takk fyrir. Já. Ekkert með svefn að gera, í hvað sem miklu stuði blöðvélinir. Ég veit það ekki. Ég ætla samt að vera að hugsa núna, ég ætla að vera að tekka það. Þetta voru Sturla staðarindir, hverjum varst þið best í dag? Er það ekki með Eddie Van Halen og Jackson? Van Halen held ég. Já. En þetta var skemmtilega, það var öðru í staðarindir í dag. Já, það voru fínar í dag náttúrulega. Styttist hér í Enginn segir og Barnalandið, þannig að ekki fara langt.
Ég með lagið Burn í FM 95 Blö. Auðun Blöndal og Jón Gunnar Geirdal með ykkur til 6 í dag og það styttist bæði flottulegakeppnina, Enginn segir og Barnalandið. En ég var að sjá hérna inn á netinu, Jónsi, að hérna er einhver viðvörun atvið, ekki setja mynd af gíraffa sem prófælmynd á Facebook. Já, hvað er það? Ég var einmitt að sjá þetta í gær, það voru allir með einhverja gíraffa sem prófælmynd. Ég skil ekki þess að leikjastundum á Facebook. Hvað er skemmtilegt að það? Vera með gíraffa á þessum prófælmynd? Er þetta fyndið? Nei. Hætti þessu bara. Og látið mig í friði með þetta líka. Og það sem er líka óþolandi, það er þegar fólk setur í status hjá sér. Hvað af þessu vilt þú gera við mig? A. Kissa mig. B. Faðma mig. C. Fara með mér í bíó. Og maður bara svona, hvað? Mér langar bara að setja einhverja svíferinga. Ég get þetta ekki, sko. Í alvöru, sko. Sönd fólk og Facebook er bara, ég elska það. Það bara lifi lífi sín á Facebook. Það eru sko nokkrir Facebook-fíklar á Íslandi og það eru svona liðið sem að teka þátt í öllu svona sko. Já, ég er mjög gaman á Facebook, ég er mikið á Facebook og svona. Já, nýtir það í fyrirtækinu innu. Já, en þú veist, ég er ekkert að lifa lífið mín á Facebook. Maður getur bara séð hvernig sem fólki líður, vel eða illa, hvað drama við svona annað. Já, veitir hvað var að gera og hvað segja það? Ég bara geti þetta ekki, sko. Já, það er líka, ég er nú rætt áður einnig sem þetta þegar þú ser status eins og djöfull geta sumi verið falskir. Og maður bara svona, hvað ert að koma með þetta hérna? Já, þurfti gaurinn sem að satt til hliðnar í skóla þú varst 9 ára og þú ert með vininn á Facebook, þarf hann að vita þetta? Já, ég veit það ekki. Og svo kemur einhver kommentar, hvað sætust eða hvað ástu mín eða eitthvað svona. Já, eða vinkonu sem veit, já, ég veit hvað meinar. Já, og svo bara svarar hann, send a message. Já. Þegar þú vill ekki segja. Já, þú vill ekki segja, þú vill samt fá aðteglinn. Þetta er alltaf ákveðin útgáfa aðteglisíkjur, sko. Já, en hvað veistu eitthvað ákveður þessi gíraffi er á Facebook samt? En hérna var ég að segja, það hefur verið að ganga leikur á Facebook sem fólk á að svara gátu eða svara ránt og það setja gíraffa sem prófælmynd. Þetta er vírus, segir einhver. Já, og það hefur verið að vara við þessu, þannig að ekki setja gíraffa sem prófælmynd í okkur. Nei, alls ekki. Já, bæði að því þetta er vírus og öðrulega, það er bara ekkert fyndið og það er hallærislegt. Já, það er bara 0 gaman að þessu. Ef þið haldið eitthvað annað, þá er það rán. Við erum brjálaðir hérna. Við erum reiður á mánundi. Já, við ætlum að fara í auglýsingar og hrista hans ágæslinni. Metallica, Through the Never. Tímamóta kvikmynd sem á sér engan líka. Sýnd aðeins einu sinni, fimmtudaginn 7. nóvember í Háskólabíói. Miðasala er hafin á emiði.is. Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi kynna Hryllingshúsið 1. til 3. nóvember. Bókaðu tíma í síma 854 65 55. 1000 krónur inn. Ertu tilbúin í andvökunætur? Þú ferð inn á eigin ábyrgð og engar endurgreiðslur í boði. Stránglega bannað innan 16 ára. Tvennu tilboð Dominos. Þú sækir stóra pizza matþeli og stóran skammta brauðstöngum og farið aðra pizzu sömu stærðar að auki. Pantaðu pizzuna með appi á dominos.is eða síma 58 12345. Dominos. Túborg og Smiðjun og Kynna. Park Hverfisgötu 20. Háklassa plötusnúðar og Function One hljóðkerfi. Park nýtt heimili íslenska dansmenningar. Opnar föstaskvöldi 1. nóvember. Fylgist með. Viking jólabjórs er komin á prikkið. Harlem, Bravo og Stofuna. Hvar verður þú í kvöld? Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Náðu í appið og upplifðu Iceland Airwaves með símanum. FM. Já, skemmtilegt band. Styttist þér í flottulegakeppnina en það er hins vegar komið að dagskrárliði sem er í höndum Jóns Gunnars Geirdal og heitir Barnalandið. Takk fyrir það, kæra vinnur. Hvað áttu handa okkur í dag? Það eru nokkra þræði í dag. Ok. Fyrsta sem tökum hérna er furðuleg spurning, vantar ráð. Já. Og við stundum erum í því að veita ráð. Já, og þetta er svo spurningin á Barnalandi. Já. Og þetta er náttúrulega mjög kvenlægt allt saman. Ok. Hér er konur á mig sig, hérna allavega furðuleg spurning vantar ráð. Hæstelspur, mér vantar ráð með pínu erfitt mál sem ég þori ekki að tala við neitt í kringum mig. Það var fínt við sem ræða þetta í undarspunum. Ég er á spari nikkinu því ég vil ekki fyrir mitt litla líf að það þekki mig nokkur. Er hún spari nikkinu? Já. Ok. Ég vissi ekki, ok. Maður með hann komið heim frá útöldum í dag, vinnuferð í Svega, og ég fór að setja fötana í sitt þvottavél og tekja eftir notuðum kvenkins nærbuxum í töskunars. Hressandi. Mjög hressandi. Ég gekk á hann og spurði hvað hann var að gera með narir og annari konu og hann segist ekkert kannast við þetta. Hann heldur að það hefði verið eitthvað djók bara á flugvöllinu með starfsfólkinu að færa til föt í töskum.
Einmitt. Samt er öll fötin sem við fóðum í döskunni, þannig að hvarf ekkert á móti svona nærbuxum. Haldið þetta geti staðist, starfsfólk á flugvöllum alveg að standa í eitthvað svona grín? Ok, nú ætlum ég ekki að vera leiðilegur, en þetta er horse shit. Það er sko, ákvað flugvöllum með bara að opna töskur og bara flytja á milli. Siggi, hentu nærbuxunum með yfir. Hvað er með þetta? Ég ætla að setja það. Já, og akkurat kvenkyns nærbuxur. Þetta er eitthvað lélegasta afsökun sem ég heyrt. Sko. Þetta er, held ég, af mörgum lélegum afsökunum. Já. Og það eru til nokkrar. Men okkur, sko, það hefði verið betra fyrir hann að reyna þá bara að ljúga að vinir hans væri að gera hann eitthvað grikk eða eitthvað. Já, en nei, starfsfólkið á flugvöllunum bara henda á milli bara fötum á milli taska hana. Svo til þess að koma honum í vandræði heima á sér. Já. Og það er sko skítur var kvenfoss, hvað er? Já, þetta er mjög steikt allt saman. Þannig að hann vantar ráðið mér, þetta er bullshit. Já, það myndi ég allavega halda. Það er 100%. Já. Jón Gunnar segði þessu 100%. 100%. Svo kemur einn annað, mér finnst þetta skemmtilegt. Hvað gerir þið til að láta ykkur líða betur? Skemmtileg spurning. Já, ok, það var ekkert meira. Fyrirsögnin segir eiginlega allt, segir hún. Hvað gerir þið til að koma ykkur sjálfum í gott skap? Broskall, sjálfsögum. Ég skal byrja. Ef ég er þreytt, þá fyrir ég heita sturtu, skipta á rúminu og horfa á þátt. Elska ekkert meir en að skríða upp í brakandi hreint rúm og hafa það huggulegt. Ég verð að vera sammála þarna. Já. Það er mér rosa þægilegt ef að fara í hreint rúm. Það er æðislegt. Fara í sturtu og vera búin að skipta og það er kósí sko. En hérna segir hún sko, ef ég er ekki þreytt en bara eitthvað fúl og pirru þá knúsa ég yfir þetta woffa minn. Nú, eða kaup mig jarðarber. Svo byrja fólk bara... Þægilegt bara. Kaup mig jarðarber og... Þetta er kósí. Og hún er greinilega einsleip eins og þú. Já. Þannig að þú ert engan hund. Nei, það er ekki enn dott inn. Nei, þannig að þú ert ekki að knúsa fólk. Mér langar í hund. Langar í hund? Já, rosalega. Ok. Eina bara ég er svo lítið heima. Þannig að ég veit ekki hvort ég geti gert hana. Þessi hundi myndi fremja sjálfsmorð til ykkur. Já, alveg. Þú getur ekki átt hund. Þú getur ekki átt hund í korter. Jú, auðvitað geti ég átt hund. Ég er búinn að rífast í systur mína og mömmu mína, auðvitað geti ég átt hund. Já. Hvað heldur ég myndi bara hafa hann heima, greiði bara þunglindan? Nei. Ekki það myndi þú ekki dotti í gott guttið þunglindi eins og þröstur mínu okkar. Liggja saman, hann það bara með skeifu. Liggja saman með skeifu maður. En allavega, hérna... Hvað gerir þú til að láta það liða betur, Jón? Ég bara misja, þú veist. Heit sturt að skipta á rúmunu og horfa á þátt, bara gósi sko. Er það ekki bara K&2 á þér? Sem eru hver? Kaldur og kynlíf. Eru það K&2 eða? Það eru fræðið K&2. Kaldur og kynlíf. Jú, það er mér það sem ég gerir til að láta mig líða betur. Ég hendi í opna ískaldan. Hvað er eiginlega að þér? Ég get svarið fyrir það. Þetta er ekki eðlileg. Svo sem eitthvað svona mánudags púki okkar, þetta er báðið döð sko. Það er eitthvað galsi. K&2, ég veist ekki að þetta er K&2. Nörður, síðasta hérna, eitt orðstuð. Þið sem eru singul, mér dætti ég að taka þetta því að... Þú róðalega kemur inn á það alltaf. Það er aðeins komið inn á það að þú sitt einhlipur. Er einhvað viti að prófa þess að stefnumóta síður á netinu? Er einhvað á góðum gæin þar? Þá spyrir maður, ef þú svolítið að vinna með þess að stefnumóta síður ekki? Jú, mikið. Er það ekki? Nei, en ég samt sko var að lesa daginn að það er miklu meira notað í dag heldur en það var nokkurt maður notað. Er það ekki? Það þykir ekkert lengur eitthvað hallærislegt þó kynnist kærustinninn á einhverju spjallsíðu á netinu, sko. Nei, það var alls ekki hallærislegt. Ef þú ert single okkar, þá fyrir ekki að hendi þetta eins og eitthvað annað. Já, maður getur þess að fara að prófa þetta. Í þess að fara að raugli einhverjum í ræktinni eða keyra sig í gang á barnum og eitthvað. Já, það er ekkert jafn þreytt og vera... Núna Dóki, ég var næstu búinn að taka meistaramánuð, ég var ekkert búinn að gera í mánuðinum, svo náttúrulega fórum við þarna út á laugardaginn. Það er ekkert þreyttara heldur en að líka vera niður í miðbæ í Reykjavík að hvað? Já, og spjalla, þú ert á djaminu, mér finnst það bara ekki rétt í vettvangurinn til þess að reyna við konu? Nei. Eða bara við, já. Þannig að, ég held þessi, bara hvet þess að stúlka til að fara bara inn á netsíður. Já, þetta er gott svar sem kemur hérna fyrsta svarið, veit ekki, þess vegna er ég singul, sem er góð punktur. Þetta var Barnalandið þennan mánudaginn og það var hressandi. Já, það var hressandi. Og nú veitum við það, þegar Jón Gunnar leiðist þá hendur hann í K&2. Nei, við veitum það. Þú gerir það víst. Hér á síðasta mánudagsþáttin af FM 95 blöð, það er ekkert annað. Rosalegt. 2 ára afmæli á föstudaginn og breytingar í vændum. En þeir losna nú ekki alveg við kallinn því að ég verði áfram á föstudagum. En það er hins vegar komið að flottulagakeppninni. Já. Og við erum búin að velja þema. Sko, ég tók Rikka G og Skeindónum hérna síðasta mánudag. 5-0. Já, 5-0. Já. Og þá vorum við vorum að keppa í mánudagslæginu. Okay. Það er svona mánudagslægi eftir erfiðan dag og setur á svona rólegt og þægilegt lag. Monday Blues. Já, en við ætlum að fara akkurat öfugt núna, ég og þú. Hvaða lag kemur í gang á mánudegi þú þarft að fara að rífa þig upp? Já.
Þannig að... Vantar stuð. Já, það svona, mánudag geta verið erfir og ég veit alveg hvað lag ég setja á til að bara svona, nú rífið mig á fætur og... Já, komið nóg þessu. Já, hvort viltu vera á undan eða eftir í þessari keppni, Jónsi? Ég ætla að vera eftir. Þú ætlar að vera eftir, þannig ég byrja. Já. Ok, og þið þekkið leikreglur, kæru hlustendur, við spilum hérna 90 sekundur úr þessu lögum, svo ringið þið 511-0957, fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Og, ok, það var það mitt fyrst og ég er búinn að velja lag sem að hefur tvisvar verið lagi á leiðinni heim því að þetta lag bara finnst mér alveg geggjað og ef ég er eitthvað svona rólegur eitthvað og þarf að koma mér í gírinn þá setja ég þetta á. Þetta er Modern Love með David Bowie og þegar hann tekur partinn hann í byrjun I catch the paper boy þá fer ég í gír. Þarna. Já, fyrstu svona 14 sekundar er bara svona eitthvað riff svo detturinn veistlan. Þetta er svakalegt. Þetta er mitt framlag. Já, nú er einhverjur í bílum sem að detti í gírinn. Nú er eitthvað örglast. Ég hef heyrt það lag. Þetta er svo geggjalag. Þetta er geggjalag, við samanlega því. Þemað í dag er lög sem að rífa okkur í gang á mánudegi og ég valdi Modern Love með David Bowie. Syndaður að lækki þessu en svona bara leikreglur. Samanlega því, þetta er frábært lag. Já, hvaða lag kemur Jónssonum í gang? Ég hendi í gamalt og gott. Ok. Og þetta hreyfi við öllum. Alveg sambar. Ok. Þetta er House of Pain. Eða Jump Around. Já, við ætlum að hoppa í hljóðverðinu nú, sko. Við keyrir í gang. Hér er framlag Jónsa í flotulagkenninni. Drums, please! Þetta er cool lag. Það er einhvern tímann búið að hoppa við þetta. Já, þetta er hérna, manstu líka, þetta er Daddy Mac og mikið og Jump, Jump, Criss Cross og mikið og... Criss Cross, maður! Landtunum að hlusta á, en Klassist. Þetta er ykkar höndum, kæru hlustendur, það er 511-0957, hvort var það Modern Love eða Jump Around sem að hefur vinningin í dag. Við vorum báður með old school lög, en við skulum sjá hvað hlustendur á að segja. FM. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan dag. Hvort lagi fannst þér flottara? Ég verð að segja seinna lagið. Seinna lagið, Jónsi? Ánægðu með dömuna. Trúið ekki. Já. Er þetta ekki David Bowie aðdáandi? Nei. Nei, ok. Ánægðu með þig, takk fyrir það. Takk fyrir líka. Já. Ok, bye. Jónsi kom með fórustu, en við óttum hérna. Fleiri FM. Jónsi kom með fórustu. Voru að lækka í útdarpinu? Góðan daginn. Góðan daginn. Ég er að hugsa að segja seinna lagið. Seinna lagið? Nei, ég trúi svo. Nei, í alvörunni? Já, ég held það. Ég held þér mögureikann sigur. Já, jæja. Glæsileg. Ok, takk fyrir að ringja. 2-0, takk. Ok, bye. Jónsi er með 2-0 fórustu, FM. Góðan daginn. Góðan daginn, ég heyri það til David Bowie aðdáandi. Jump Around. Nei, 3-0. Herru, ánægðu með þig, vinnur. Þú heyri hvað gaurinn er hress, hann var að blasta Jump Around. Ég hækkaði bótt. Það veist. Sko, ég má ekki tapa þessu. Takk fyrir að ringja. Ok, bye. Það er 3-0. Í síðustu flottulagkeppninni hérna mánuði. Já, ég þarf að comeback. FM. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Góða kvöldið, sko. Bowie, að sjálfsögðu. Auðvitað er það David Bowie, maður. Allsæði. Já. Hendum einu aðkvæði í landsbyggargæðin. I catch the paper boy. Að sjálfsögðu. Takk hjá það. Takk að hringja. Ok. 3-1. Er ég on a comeback? FM. Já, góðan daginn. Góðan daginn, maður. Herri meistari, það er allan Jump Around, maður. 4-1. Heyrðu hvað liðið hress líka. Já, ég er ánægð með Það þetta. er bara hann í mándum. Við erum að koma þeim í gírinn. Jump Around, keyrði stuði í gangi á liðinu. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir leiðis. Ok, herru, það er 4-1. Þú mátt ekki fá eitt viðbútt. Hvað er að gerast þetta? FM. Modern Love. Sjálfsögðu. Heldur mér í þessu, maður. Takk hjá það fyrir það. 4-2. 4-2. Já, ennþá von. FM. Halló. Halló, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði, kæri hlustandi? Það er klálega Bowie, maður. Sjálfsögðu. 4-3. Allan daginn. Þetta er svo geggja lag. Sköllótti gænir að Hann har komið baka. Já. Takk fyrir að ringja. Ekki málið. Ok, það er 4-3 FM. Takk fyrir að ringja. Halló. 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 Hvor okkar fær þitt atkvæði? Já, og sæl. Öddi, klárlega. Öddi? Nei, hún veit ekki hvað lag var. Ég er á það vílugu kompakt. Hvaða lag spilaði Öddi? Ég eitthvað með David Bowie. Hár rétt. Já, eitthvað með David. Já, ok. Modern Love. Takk hjá að ringja. 4-4. Úrslita atkvæði, hver vann flottulegkeppnin í dag? Hvað fæ ég velun? Koss. Koss? Og knús. Koss og knúsa. Frá Tattoo-fjallinu þá. Nei! Jump Around. Það er alltaf Bowie, maður. Alltaf Bowie! Tengur ekki þig.
5-4. Djúvillir ánægður með. Já, takk aðeinslega fyrir það. Þá kemur sköllóttur gæi og knúsa þig. Ég náði comebackinu 5-4. Það var 4-1. Winning is my fuel, Jónsi. Ekki haldið ég sé fyrir að bugga eitthvað á þessu. Ekki neitt. FM 957 og Uno við Ingólfstorg bjóða þér og þínum í föstudagshitting. Þetta er mjög einfalt. Komdu núna inn á fm957.is og skráðu fyrirtæki þitt eða vinahópinn, alltaf 10 manns, og þeir eru komin í pottinn. Heiðar Austmann dregur út flottan hóp fyrir hádegi alla föstudaga og ef þú ert heppinn, þá ert á leiðinni með hópinn þinn í létta rétti og drykk á Uno. Slakað á eftir erfiða viku með vinnufélögunum, vinkonunum eða vinunum á Uno við Ingólfstorg. FM 957 og Uno gera föstudagana skemmtilegri. Túborg og Smirnoff kynna. Park Hverfisgötu 20. Háklassa plötusnúðar og Function One hljóðkerfi. Park nýtt heimili íslenska dansmenningar. Opnar föstaskvöldið 1. nóvember. Fylgist með. LG G2 er hraðasta Android-tæki sem laptopmag.com hafa séð. G2 er komin í verslanir. Gull kynnir, off-venue at Airwaves á English Pub Reykjavík. Miðvikudagur, hljómsveitin Saitan, Eyþór Ingi og Atomskáldin. Fimmtudagur, Sindri Eldon and the Ways og Japanese Supershift and the Future Band. Föstudagur, Aragrúi og Vög. Laugadagur, hljómsveitirna Munstur, Casio Fatso og The Anatomy of Frank. Ekki missa af off-venue at Airwaves á English Pub Reykjavík í boði Gull. Biljarbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljarbarinn Faxafinni. Viking Jólabjórs er komin á Hressó, Kofa Tómasar Frænda, Bjarnarfell og Austur. Hvar verður þú í kvöld? Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Ert að fara á Iceland Airwaves? Náðu í appið og verð í sterkara sambandi. Mjög gott lag, ég fylgði þetta. Ég ætla að minna á afmælisþáttinn sem er á föstudaginn. Við munum nú blogga honum betur í vikunni, en það verður algjör veistla hér næsta föstudag. Það voru FM 95 Blöð 2 ára og já, það mæta gamli menn eins og Brjátbryggi. Það verður nýr tong. Já, það verður... Þetta er veistla. Já, það verður skemmtilegt hjá okkar föstudaginn. Þannig að ekki missa því. 2 ára afmælislistan. Já, og ætlum að vera með, eins og ég segi, algjöra veistlu og svona nýjan hitaklefa, nýjan tong og allavega nýjan brjánbrygga. Já, ok. Svo einhvað sem nefnt, þannig að það verður stemming. Skemmtilegt. En við ætlum að fara núna í Enginn segir hér í FM 95 Blöð og það er 5 vinningar fyrir besta í dag. Það eru tveir miðar á Bad Grandpa sem er frábær og svo ætlar Lemon Boy, Nonni Tattoo, Herra Ísland að gefa samloku og djús. Þannig að þetta er mikið að vinna og nú förum við hérna yfir þetta. Já. Hérna, Gretar Atli byrja djöfull elska ég Sinegram, Enginn segir, ég veit ekki hvað Sinegram er. Nei. Þannig að þekki það ekki. Magnús Finnbóðsson kemur með mjög gott hérna, geti fengið Óskala með Nickelback, Enginn segir. Svo hérna Fokk og Jón Jónsson er alltaf fíldur og leðilegur, Enginn segir. Nei. Hann er alltaf brosandi. Hann er alltaf hress. Með Hlynur Ólafsson, váka gíraffaleikurinn á Facebooku sniður og skemmtilegur, Enginn segir. Við fórum yfir það á hann, það er enginn að segja það. Það er bara, hann er glataður. Já. Otto Ólafsson, váka ég er ekki að fíla aðtunum en Rokka 2 sé að koma út, Enginn segir. Samanlega. Djöfull er rosalega leðilt að vera í fríi, Enginn segir. Ég er svona orðið með það. Heyr. Svo er vákar, hann er með hérna hann Kjartan, váka er leðilegt að vera að koma með á landsleiki með 12-unni, Enginn segir. Ólef Rutt, yes, FM 95 Blöð er að hætta, Enginn segir, ánægð með hana. Já, sammála. Svo, Íris Eyr hérna, já, þetta FM 957, getið byggðum óskalag, Burn með Ellie Goulding eða Blurred þú ræður, Enginn segir, greinlega komið leið á þessum lögum. Ánægð með hana. Kjartan Ásbjörnsson, váka ég elska umferðartafir, Enginn segir, ég get reynda orðin geðveikur í þeim. Já. Hvað þá, það er samt engar umferðartafir hérna með að þú ert í LA eða eitthvað svona held ég. Nei, maður hefur enga þolinmæði í bílum. Nei. Daniel Þór, djöfull vildi að vera alltaf kalt á Íslandi, Enginn segir. Stefnir Stefánsson er með mjög gott. Það er, djöfull var ég til að sjá Nonna Plugg tala dónulega í sokkunum einum klæða, Enginn segir. Ég held að þetta sé eiginlega sigurverðin. Já, takk fyrir að kæla vinnur. Ekki það, ég var í þvíli til að sjá þig bara á sokkunum að tala dónulega. Já, takk. Takk, dirty to me. Svo er Helgi Steinn hérna, kærasta mín er með ithofilofóbíu, Enginn segir. Hann er harða tippi, mástu. Já. Og já, hann er líka með mjög gott hérna Brynjar Magnússon. Ég veit það ekki, prófum bara Yahoo á það. Enginn segir. Þannig að Yahoo.
Þetta ég heldur sem konni með sigurvera. Það ekki? Jú, mér finnst það best. Er það ég í sokkum með það? Já. Þú fann að Guðni hérna, þú helgar lengi að líða, enginn segir. Til í því. Jú, mér finnst Arna Freyr hérna reynda með mjög gott. Ég glemdi passvörðinu mín á MySpace, enginn segir. Þessi góð líka. Já, þetta var mjög gott. Og jú, við erum konum með sigurvera. Hann var að vinna sér inn 2 bíómiða og Lemon, er ekki samloka á eitthvað? Jú, Juice og samlokum. Já, og það er Stefnir Stefánsson, hendi hérna í Favorite. Stefnir Stefánsson. Og svara honum á eftir. Þetta var enginn segir hér í FM 95 Blö og við erum ekki að fara að spila Ellie Goulding aftur allavega í þessum þætti og ekki Blördlands, en hér kemur lag sem er virkilega flott. Þetta er í miklu bóldin. Og með honum Drake og heitir Hold On We're Going Home, sem er einmitt það sem við ætlum að gera eftir hálftíma. Hold On We're Going Home. Þetta er upp á slæmynda. Já, þetta er svolítið flott að maður. Styrtið til landsleikinn, ég held að miðar fari á sölu á morgun. Ísland-Króatía. Já, eitthvað eftir að seljast á þann leik. Já, ég fór að hugsa, hvað heldur að við gætum selt marga miða á völlinu? 25.000? Já, 20.000 miða. Ég held að. Það verður bóttið uppselt, annars er bara eitthvað 9.000 manns, allt og lítill völlum maður. Allt og lítill völlum, líka okkur er ekki upphittar. Hvaða grín er þetta? Búum á Íslandi sko. Það er að setja eitthvað teppi yfir hann. Já, ég meina það veist, alveg, ólíkinu sko. Og líka bara, fyrst alveg bara byggja almennilega völl. Já, þú veist hvað málið er, núna erum við konum með fínt landslið og bara efnilegt landslið. Já, og efnileg yngri landslið. Já, og það væri svo gaman ef við ættum svona grifju með sko fullir virðingu fyrir frjálsíþróttafólki, að það væri þá kannski bara hægt að gera annan völl við hliðina fyrir frjálsar eða... Sammála því. Bara eigðarleikur svo að hafa hlaupabrautina finnst mér. Maður er alltaf svo langt frá vellinum. Svona 15 manna völlur er eiginlega perfekt sko. Já, 15 manna svona grifja bara. Grifja, burt með hlaupabrautina, bara nær og bara búa til alvöru ógnandi heima. Já, bara öll lið, og við getum við erum það að bara leikja okkur allir að hrækja og eitthvað allir bara í háluleg. Ég vil ekki að með betri velli sem er þá bara alvöru leikongur. Fáum betri lið, fleiri æfingaleiki. Ekki spurning. Upphittað. Byrjum á því. Já, byrja að hitta upp vellin. En við erum náttúrulega ekki vanir að vera að keppa í nóvember. Við erum ekki vanir því. Nei. En miðað við hvað landslið er að koma upp, þetta U21 og 19 og 17 og hvað allt sem heitir sko. Já, þetta er efnilega liðnar. Hrikalega efnilegi strákarna sko. Já. Þannig að í blandi þá reynslu sem er í dag og þetta frábæra landslið. Já. Og þetta er nú ekki gamli strákar. Nei, það er Eiður 35 ára og svo eru þeir allir bara 24 eða eitthvað. Já, bara einhverjum kjúlingar sko. Mjög efnilegt sko. Það væri frábært. Þetta verður alvöru völlu næstu árin til að taka móti þessu liði sem er að koma upp. Ekki spurning. En ég var að sjá annað líka og ég hitti það nú ekki um helgina. Ég kíkti nú í Borgóttans um helgina. Já. King Leonardo DiCaprio úr Íslandi. Er það staðfesta? Já, þeir segja að hann hafi bæði verið í Kringlunni og svo hann verið að spyrja hvar kaffibarinn væri. Jöfull var ég til að hitta hann, ég viðurkenna það. Ég er náttúrulega algjör svona sleikja sko. Já. En hann er á bara topp 3 hjá mér þá leikar sem ég vil mest hitta held ég. Þetta er frábær leikar. Geggjaður. Alveg geggjaður. Og líka, honum er ekki leiðst í Reykjavík. Nei. Hann nú fílar sko í sumar sko. Já, hann hérna... En ekki að deyta öll Victoria's Secret móti bara í heimið. Já, það líka við. Hann er alltaf með einhverjum nýjum... DiCaprio leiðist. Alveg rosalega. Ég er nefnilega, hann kann að lifa lífinu. Já. Hann er bara á einhverju snekkju og svo er hann að leiki í myndum þess að milli og hann kann þetta alveg sko. Já, líka, það er að koma mynd með honum, Wolf of Wall Street sem Scorsese. Já, geðu ykkur trailer. Get ekki beðið. Er það sönn saga eða, veist það? Mér skilst það, já. Trailerin er æðislega, því að núti bara YouTubeið þetta, fara og sjá Wolf of Wall Street trailerin. Já, það er líka sko, DiCaprio er orðin bara Scorsese maðurinn hans Scorsese núna, nú 1, 2 og 3 það var alltaf De Niro hérna í gamla dag. Þetta er DiCaprio nú. Já, og hann kann að velja bíómyndir og handrit. Hann lítur á að finna í kaffibarinn. Já, nú ekki erfitt að finna hann. Ég held að það veri eini staðni sem fór ekki inn á helgina alltaf. Svo þú? Hann er ennþá til áfengið þar. Þú maður fara hér í auglýsingar, svo er það lagið á leiðinni heim í rétti smástund og við erum búin að velja það lag og það er virkilega fallegt lag. Spilum það hér á eftir en förum í auglýsingar fyrst. Settu þið í stellingar, stórkostlega skemmtun í nóvember á Stöð 2. Íslensk dagskrá í algjörum sérflokki. 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. Öll dagskráin á Airwaves. Upplýsingar flytjendur, lagalista, þín eigin dagskrá og margt fleira í Airwaves appinu frá Símanum. Vertu í sterkara sambandi. Síminn. Samsung og Apple svitna með tilkomu LG G2 samkvæmt digitaltrends.com. G2 er komin í verslanir. Stærsta vörumerkið í Evrópu. Cytec Nutrition fæðubótarefnin.
Sportlif.is. Viking jólabjór komin á Roadhouse, Keks, Funkbar og Rosenberg. Hvar verður þú í kvöld? Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Þetta lag Leyndarmál með Ásgeiri Trausta. Frábært lag með ótrúlega tónlistamanni. Þetta ekki hans besta lag? Já, af mörgum góðum, af þessari æðislegu plötu. Ég held þetta best. Já, ég fíla þetta best. En það styttist í lagi á leiðinni heim, en ég með nýjan dagskrárlið á síðasta mánudeginum okkar. Það ekki gaman. Já, ég ætla að spyrja þetta nokkra spurninga. Hvað þú myndir gera hvort þú myndir gera ýmsa hluti fyrir vissa upphæð. Já, þetta er svolítið mikið þú. Já, ég er mikið í þessum spurningum. Ég ætla að byrja að spyrja þig, myndirðu aldrei nota snjallsím aftur svo að þú fengir 5 milljónir íslenskar króna fyrir það? Þetta er bara að nota venjulegan gefsa. Já. Myndirðu gera það fyrir 5 milljónir? Getur aldrei farið aftur á Facebook og Instagram eða neitt í símanniðinum? Sjúklingur ég? Já, fyrir 5 milljónir. 5 milljónir? Já. Ég ætla að segja nei. Ok, það var spúin að segja já. Já, ég ætla að breyta. Myndirðu éta 30 hamborgara á 1 klukkutíma fyrir 2 milljónir? Nei. Myndirðu ekki reyna það? Vistu að ég myndi ekki reyna, ég bara gæti það. Nei, getur einhver étið 30 hamborgara á 1 klukkutíma? Það er ekki hægt. Nei, svei mig þá. Myndirðu fyrir 50 milljónir íslenska króna? 50 milljónir? 50 milljónir, há upphæð, en spurningin er við. Myndirðu aldrei fagna jólum aftur, eða halda upp á jólin? Fyrir 50 milljónir? Já. Nei. Myndirðu gera fyrir 130 milljónir? Ég er að hitna. Ég er að hitna. Máttur aldrei aftur upp á jól? Nei, ég er mikið jólabarn. Já, ég líka með því, jésus. Já, þannig að ég einhvern veginn, nei. Ég geti, svo líka dóttir mín á afmæli og áramótum og svona, þannig að svo veist, nei. Nei, það er ekki hægt að setja pening á jólinu það. Það er ekki hægt. Gaman líka fyrir börni þín, þú bara alltaf kúpuð eitthvað Miami bara senda til pappi fekk svo mikið pening. Hann ætlar aldrei að halda aftur upp á jólin. Pappi bara með reglíf í glasinu á Miami í jólin. Nei. Myndirðu fyrir 100 milljónir, Jón Gunnar, aldrei fara aftur á internetið? Ég gæti ekki. Nei, ég var nefnt að hugsa þetta á hann. Maður getur ekkert sleppt í að fara á netið. Það er ekki hægt. Nei. Ég veldi fyrir mig hvað gerði það fyrir nett. Já, og mér sagði í framtíðina held ég þetta að vera með eins og orðið ennþá verra, skilur þú? Já, líka nú er þetta allt komið í þess að sím og spjaldu þetta vesenskóð, nettengdur allan sólurhengin alltaf. Já. Þannig að þetta er ekki hægt, sko. En þá er það síðasta spurningin í þessu örugli. Hvað þyrftirðu mikið pening fyrir að fara aldrei aftur inn á Facebook? Hvað þyrfti ég mikið pening? Myndirðu gera það fyrir 10 milljónir? Ég þyrfti kannski ekki svo mikið pening fyrir að fara aldrei á Facebook. Aldrei að breyta prófálmyndinni inn í gírafa og hafa gaman aftur? Nei, 10 milljónir. Já. Þá veistu það. Ég þyrfti ég myndi hugsa það. Já. Það var erfitt. Hefur það hætt á Facebooku það? Já, veist. Nei, hvað meinar þú? Hef ég hætt á Facebook? Nei, ég hef alltaf verið að reyna, sko. Já. En svona mismikið hvað ég fer inn á það. Já. Stundum er ég hverju kvöldi, stundum fer ég ekki inn á það í einhverja daga. Já. Þannig að, það er misjandi, það er líka fyndið sko inn á Facebook þegar stelpur, það eru mjög duglegar að skrifa hjá vinkonum sínum sætasta eða flottasta. Ég elska það. Við svona einhverja prófálmyndir og maður sér alveg, ok, þessi prófálmyndi er þannig að hún er sæta á henni stelpun sko. En það er hljóta að vera ljúga því það segja þetta hjá öllum, veist, er hún sætu, veist, eða er það vinkonuna sem er sætu? Það er líka bara, sérðu kallmenn gerir þetta? Þú hendur einhverju nýrri myndin. Ég byrja ekki að tapa mig. Ég myndi blöða flóta þarna maður. Sæti! Okkur, veistu, við erum að fara að gera þetta strákarnir líka. Já, þetta er mikil jákvæðni, ég er gaman því. Ég ætla að fara inn á Facebookið þitt á eftir, finna einhverja góða mynda og segja að sætastur. Já, ég myndi gamli flótur þarna. Þetta er alveg með þetta maður. Fyrstu blötu þessa styrnings sem kemur út 9. nóvember. Það er að koma út plata með honum? Já. Þetta er Beginning 12. nóvember fyrir 9 lög. Hann er efnilegur, þetta er alltaf flott lag. Er þetta eitthvað meira með honum með hann? Ég er búinn að hlusta á bróðurpartana þessar plötum. Ok. Og þetta er frábært stöf. Gott stöf? Já, mjög gott. Þannig að það verða lög í spilunum með Steinari af þessari plötu, bara langt fram á næsta ár, sko. Glæsilegt. Verður hann svona, hvað var Ásgeir Trausti fyrir það ekki? Já. Og árið þar á undan Múkisson. Já. Sem að seldu báður yfir 10.000. Já, hann seldi 23.000 á Ásgeir Trausti og Múkisson 30. Já, ok. Sem alltaf bara ótrúlega tölur á Íslandi. Já, þannig að plötum. Já, ég er bara ótrúlega plötusala, sko. Þannig ég veit ekki, nær Steinar því, ég ætla ekki að, nei, ég myndi ekki halda það. Nei. En ég held hann eftir að selja vel og þetta er frábær plata. Já, maður tekkar á þessu. En það veiði enginn á það að Múkisson myndi selja 30.000 eða hvað þá Ásgeir Trausti 24.000 með nýja plötu. Nei, reyndar. Fyrstu plötu. Já. En það er hins vegar komið að læginu á leiðinni heim. Klukkan er korter í 6, við erum nú ekki alveg farnir sjálfur, en
Það eins og komið að laginu á leiðina heim og við kvöldum mikinn snilling í ger. Mikinn tónlistarsnilling sem heitir Lou Reed og hans langvinnsalasta lag hér. Og bara svona þægilegt á mánudegi. Ég get nú ekki sagt að þetta sé fullkominn dagur en þeirra á óttur verri. Góður dagur og gott lag. Lagi á leiðina heim. Þetta er mjög gott lag. Perfect Day, lagi á leiðina heim, Lou Reed. Alltaf fundið samt skrítið, þetta er oft spilað í brúðkaupum. Já, þetta lag fjallar heroin. Þetta er heroin-nýslulag. En alltaf það er bara titillinn, Perfect Day. Já, komir á óvart og bæði með þetta lag og svo líka annar lag sem er miklu uppöldið með Depeche Mode, Enjoy the Silence, það er líka heroinlag. All I wanted, all I've needed is here in my arms. Já, ok. Frettið það einhvern. Mikið sem heroinlögum. Já. Hört með Nine Inch Nails sem Johnny Cash tók líka. Eins og, lögin eru góð og heroin viðbjöður. Já, ég meina, frábær músík. Ekki voru ykkur krakkar að prófa það er ógeðslegt. Under the Bridge líka, Chili Peppers. Já, það er geggjalag. Það er eitthvað svona, vesen. Já, en þetta var lagið á leiðinni heim hér í síðasta mánudagsþættinum af FM 95 Blöð. Þetta er skrítið að kveðja núna í dag. Já, við erum klökkir. Já, bara þetta er búið að vera hrikalega gaman alla mánudag með, Björn Bragi var oftast með mér og svo var það Sóli Hólm í 2 mánuði, Jónsi búinn að vera duglegur að koma. Já. Þannig ég vil bara nýta tækifæri og þakka ykkur kærlega fyrir hlustun á, alla þessa mánudagsþætti. Það voru gaman. Við verðum með veislu út alla vikuna. Svo er 2 ára afmælisþáttur næsta föstudag og þar verður, það verður föstudagslægið. Fyrsta sinn í marga mánuði. Sverrir Bergman kemur og syngur. Frábært. Svo ætlum við að vera með nýjan tong, við ætlum að vera með nýjan brjánbreka, nýjan hitaklefa og svona kveðja með smá krafti strákarnir. Með veisla á föstudaginn. En svo verður það áfram alltaf á föstum. Ég, Steindi og Pétur og svo inn á milli 2 harðir. Þannig að við erum ekki alveg farnir. Nei, sem er gott. En við erum að kveðja á mánudegi og Jónsi, takk fyrir daginn. Já, takk sem viljum skella yfir. Gaman að fá þig. Það er virkilega gaman. Og þú kemur í lokaþáttunum föstudaginn. Já. Kíkir þetta með okkur. Og við hluta krúinu. Já, takk fyrir það. Og ég spáði, þá erum við líka að fara út að borða. Það vill ekki... Ekki svarið. Ég ætla ekki svona að keyra fram hjá vínbúð fram að því. Ég ætla ekki svona að hugsa út í þetta. En takk kærlega fyrir hlusturinn og ekki bara í dag, heldur alla mánudagana síðustu 2 ár. Það er búið að vera sannur heiður að fá að vera í útvarpinu hjá okkur. Við heyrumst á morgun klukkan 4. Takkið vel á móti Rikka G sem að verða með okkur til 9 í kvöld. Endum þetta á Leonu Lewis, lagi sem heitir Run. Subway.is finnur þú næringargildi allra rétta okkar á matseðli. Þinn bátur, þín heilsa. Subway, eins og þú vilt hafa. Taktu þátt í Coke Zero leik 10-11. Þú gætir unnið PlayStation 4 eða PlayStation Vita. Þetta er einfaldur leikur. Þú skellir þér í 10-11 og færðir Coke Zero og í hver skipti fer nafnið þitt í pottinn. Líkurnar á vinningi aukast því við hverja ferð. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Með Airwaves appinu getur þú búið til þína eigin dagskrá, fengið tilkynningu áður en tónleikarnir byrja og meira segja séð hvað röðin er löng. Vert í sterkara sambandi með Símanum. Ný sportlífverslun opnar 1. nóvember í Smáratorgi. Kíktu við og skoðaðu okkar frábæra úrval. Sportlíf.is. Fæðubótarefni á betra verði. Gull kynnir, off-venue at Airwaves á English Pub Reykjavík. Miðvikudagur, hljómsveitin Saitan, Eyþór Ingi og Atomskáldin. Fimmtudagur, Sindri Eldon and the Ways og Japanese Super Shift and the Future Band. Föstudagur, Aragrúi og Vög. Laugadagur, hljómsveitirna Munstur, Casio Fatso og The Anatomy of Frank. Ekki missa af off-venue at Airwaves á English Pub Reykjavík í boði Gull. Tax-free af öllum vörum í öllum verslunum. Rúmfattalagarinn aðeins ódýrari. FM 95 Blöð á FM 957. Vertu í sterkara sambandi með Iceland Airwaves appinu. Síminn. FM.
lag sem heitir Animals. Reki G tekin við af FM 95 Blöð hér saman til klukkan 9 í kvöld, komin 28. október. Þessi mánuður senn á enda og þá er bara 1 mánuður eftir þar til að jólamánuðurinn gengur í garð. Stýttist í það?